Margt hefur breyst á Raufarhöfn, nyrsta kauptúni landsins, á síðustu árum og áratugum. Eitt af því sem ekki hefur breyst að verslunin Urð stendur við aðalgötuna í bænum. Verslurinn sem í daglegu tali nefnd Gunnubúð í höfuðið á eigandanum, Guðrúnu Rannveigu Björnsdóttur, opnaði árið 1995 en það var Gunna sjálf sem opnaði búðina og stendur vaktina enn í dag. Verslurinn selur allt mögulegt til heimilisins og í raun fátt sem ekki til sölu í Gunnubúð. En hvernig kom það til að Gunna fór upphaflega út í verslunarekstur á Raufarhöfn? Það var önnur verslun, en hún var svona hægt og sígandi að detta út. Það sem ég hef verið í raun og veru verslunarrekstur frá því ég var bara hreinlega við fermingu. Þá var ég afgreiði bókabúð sem afi var með. Þá voru bara bækur seldar í desember, rétt fyrir jólin. Tegðist úr þessu. Og hvað hefur svona helst breyst á þessum tíma? Það er náttúrulega fjöldin, það eru fólksfjöldin fór alveg niður í örugglega 130-40, frá því að vera 400 cirka þegar ég byrja. Það hlýtur að hafa svolítið áhrif á viðskiptin í búðinni ef það fækkar meira en helming. Já, það segir sig sjálft. Þetta var svona, maður þurfti að aðlagast alltaf nýjum. Góðan dag. Já, eftir því sem að fleiri fjölskyldur fóru. Komdu bara inn, María mín. Ég er búin að trana mér á allar mín. Já. Allir velkomnir. Bara hringinn. Já, maður sér það er dálítil umferð hérna. Já. Það er alltaf einhver umferð, annars væri þetta ekki gangandi væntanlega. Hvernig eru Raufarhafnarbúar duglegir að versla hjá þér? Já, alveg reynd, þeir eru mjög duglegir. Með tímanum hefur þróun í verslunarekstri verið í þá átt að stórar verslanakeðjur hafa rutt sér til rúms og mikið úrval af slíkum verslunum í stærri byggðakjörnum á Norðurlandi. En eru Raufarhafnarbúar í auknu mæli að gera sér ferðir út fyrir bæinn til þess að sækja í stærri verslanir? Nei, ekkert auknu mæli. Þetta ef þú ert á ferðinni, þá ferðu í þessar búðir. Það er bara, ekkert óðurlegt við það. Og hvernig þetta? Þetta hlýtur nú að vera svolítið heimilislegt þetta hjá þér, svolítið mikið að fastakonu. Já. Það er svona, ef þú ert að kannski fylgjast með afgreiðslunni og maður kemur einhver og segir einn, þá veit ég hvað tóbakan er að fara. Annar kannski gerir bara svona, þá það 2 vindapakkar og þannig það er svona. Fólk gefur bara merki og þú veist nákvæmlega hvað það er að tala um. Já, það er ekkert að vera neitt, upplýsa þetta neitt með nánar. Og hvað er hægt að láta skrifa hjá sér? Er fólk með reikning og svoleiðis? Margir með bara lykilabúðinni. Það er bara svoleiðis? Já. Það getur verið að stressa svo mikið á þessu? Nei, það er reynda systir mín og eitthvað svoleiðis. Já. Og hversu miklu máli heldur að skipti fyrir eins og þennan bæ að hafa verslun á staðnum? Bara öllu. Við sjáum þetta eins og Kópaskeri, það hefur verið allavega í tvígang sem að hefur ekki verið í búð á einhverjum tímapunkti. Það er bara skelfilegt. Mikilvægt að geta komist í nauðsynja vöru. Já. Þú vilt ekkert flytja á stað þar sem þú getur ekki verslað mjólk og brauð og annað þetta bara upp á það að vonandi fyrir að fjölga hérna meira. Ertu bjartsýn á að það gerist? Já. Ekki spurning. Þú ert að selja allt mögulegt þetta? Já, ýmislegt. Er eitthvað sem þetta ekki? Brennivín. Ekki ennþá allavega? Ekki ennþá, ég er alltaf að bíða eftir að leyfa allavega bjór og léttvín, þannig að þú veist, fólk geti bara að fara einhver gesti og fara grilla og þetta verður búin að ákveða með einhverju fyrirvara geta búið upp á vín eða bjór. Það myndi skipta miklu máli ef við fyrir stað eins og þennan sem er engin vínbúð. Akkurát, algjörlega, og bara styrkja verslunina. Er eitthvað það að fólk sé að kíkja hérna við hjá þér bara kannski í heimsókn, er þetta kannski líka svona ákveðin sem á samastæður, ekki bara verslun eða eitthvað? Þetta er náttúrulega félagsmiðstöð, sko. Þannig að sérstaklega á sumrin þegar brottfluttir eru að koma þá þú getur bara verið hérna í fleiri kortur og alltaf hitta nýtt og nýtt fólk, sko. Og svo var hérna ein sem kom hérna í sumar sem bjó fyrir austan, eða sem bjó á Þórshöfn.
og hún með mitt var að segja mig Gunnar, þú mátt alls ekki breyta búðinni. Hún mjög svona mikið kaos hérna hjá mér. Og hún sagði, þú veist, að bara allar búðir komnar bara, þú setja hér eitthvað, þú veist, sama horf, sko. Já. Og bara copy-paste allstaðar. Þess það ekki. Þetta búð með sál. Algjörlega. Nú nefndur það að hefur orðið mikil fækkun hérna. Hefur þér aldrei dottið í huga hreinlega að hætta þessu? Nei. Allavega aldrei í alvöru. Stundum maður hundfúll að geta ekki bara skroppið út í sólina í 3 vikur. Svona á þess að hafa mikið fyrir því, sko. Nei, þetta er fínt.